það rosalegur kraftur í þessum geira. Fólk að sjá það að öldrunarmál eitthvað sem að snertir okkur öll og ekki eitthvað svona óspennandi geiri heldur hefur laðað okkur mjög áhugaverða fyrirlesara og það ákveðin tónn sem að fær að hljóma í öllum erindum sem við hlýttum á í dag og það að tækniframfarir eru ekki fyrir tæknina heldur númer 1, 2 og 3 þá snýst þetta fólk og að færa þjónustuna nær þjónustuþeganum og nær fólkinu sjálf. Öldrunarþjónusta framtíðin í mínum huga, það að pínu þannig. Það þangað sem við erum að fara, við komumstum ekki hjá því að tala þetta. Við þurfum ákveðna vakningu, það samsetning samfélags að breytast ótrúlega hratt. Þetta vita allir, við erum föst í sömu sporum með viðhorf og lausnir og hvernig við mætum því að til dæmis að hætta að vinna sem einhverju sérstökum atburði í lífinu og þá eitthvað annað nokkuð einslegt að taka við. Þetta verður alls ekkert svona þegar að fjórðungur þjóðarinnar komin yfir 70. Það sem stendur upp úr að við erum öll sammála það að það fara fólk með fólki. Að mannsöndin má aldrei fara, við erum að gera til þess að auka tíma okkar með einstaklingnum en ekki minnka. Það sem var kannski skemmtilegt að sjá var að þetta voru rosalega fjölbreyttir aðilar að kynna og frá svona mismunandi sviði innan öldrunarþjónustu en vorum öll ekkert að tala í takt og ég held að sjá allir tækifærin að nýta tæknina. Við vorum öll svolítið að fókusera á að setja einstaklingin í miðjuna sem var svolítið gaman líka fannst mér. Mér fannst eiginlega bara stemmingin markverðust, ég vil segja það. Þessi jákvæða stemming og bara hvað fólk svona einhvern veginn tilbúið að láta hlutina gerast. Akkurat mikilvægt fyrir okkur að hittast og ræða þetta líka bara að heyra hvað aðrir eru að gera því ég held að þurfum við svo miklu meiri samvinnu á milli stofnana og enga fyrirtækja til þess að geta komið til móts við þessi áskorun sem stendur frammi fyrir. Það engin eitthvað eitt batteri sem við geta gert þetta eitt og sér, við þurfum öll að vinna saman. Ég held að tæknimál eftir að hjálpa okkur mikið í að spara okkur mannafla en líka bara nýta þann mannauð sem fyrir hendi og sköpunarkraft og einfaldari hátteldur en við geta hingað til og við erum að læra dálítið mikið það í dag. Við erum fleiri sem erum að eldast og eigum að fagna því. Þannig það mikilvægt að við séum að ræða þetta til þess að bæði það að við séum sjálf að stuðla að heilbrigðri öldrun, að við séum að hugsa vel okkur sjálf og svo líka að þegar við þurfum okkur aðstoð að halda, það sé þá einhver sem grípur okkur. Þannig að það mjög mikilvægt að við ræðum hvernig við ætlum að gera þetta, því að sannarlega áskorunir líka gleðitíðindi að við séum eldast og við séum heilbrigðari lengur.